Já, góðan daginn. Við ætlum aðeins að kíkja á hvernig millifærslurnar eru að ganga fyrir sig og hvernig á vinni þeim. Nú, fyrir að fyrsta, reikningarnir hérna koma núna fyrir í röð hérna niður. Banki, vörukaup, vörusala, yrkisreikningur, vask, svo framvegis, nafni á þeim kemur hérna. Og það eru nokkri aðrir reikningar sem þurfa að koma líka hérna fyrir neðan. Þannig að ég myndi svo sem ekki skrifa samtalstöluna hérna alveg neðst, alveg strax. Heldur gera ráð fyrir jafnvel nokkur reikningum hérna sem að tengjast millifærslunum. Nú, hérna fyrir ofan er fyrirbæri sem heitir opnunarmismunur. Opnunarmismunur er hérna gamli efnahagsreikningurinn og hann kemur hérna inn, allar eignir koma hérna debitmegin og allar skuldir koma hérna kreditmegin. Prójöfnuður er síðan niðurstöðutölur úr dagbók og samtalstölunar debitmegin koma hér og samtalstölunar kreditmegin koma hérna kreditmegin. Nú, það eru samtalstölur hérna neðst, hérna alveg neðst, og þær tölur eru sem sagt efnahagsreikningurinn, eignir, skuldir. Nú, svo og það var sömu tölurnar, debit og kredit, og svo á dagbókin að vera sama tala, debit og kredit. Þannig að þessar tvær tölur hérna, debit og kredit, efnahagsreikningurinn, debit og kredit, dagbókin, sömu tölur. Nú, hvað er viðskiptajöfnuður? Viðskiptajöfnuður er samtölur opnunarmismunarins og prójöfnaðar. Ef við tekum debittölu hérna úr efnahagsreikningnum og leggur saman við debittöluna í prójöfnuðinum, þá ertu komið með debittöluna í viðskiptajöfnuðinum. Ef við gerum það sama kreditmegin, tekur kredittölu úr gamla efnahagsreikningnum, leggur saman við kredittölu í prójöfnuðinum úr dagbókinni, þá ertu komið samtalstölu hérna í viðskiptajöfnuðinum. Sem sagt, debittölunar er lagðar saman, samtals debit viðskiptajöfnuður, kredittölunar lagðar saman, samtals kreditmegin í viðskiptajöfnuði. Lokamismunur er síðan debittalan mínus kredittalan. Og ef að mismunurinn er hærri debitmegin, þá kemur sá mismunurinn hérna debitmegin. Ef að mismunurinn er hærri kreditmegin, þá kemur mismunurinn þar. Nú, þetta er sem sagt gamli efnahagsreikningurinn, þetta er dagbókin, svo gamla eða svo eina sem það hefur í núveru. Viðskiptajöfnuðurinn er síðan blanda af þessu tvennu, því mixa saman, og lokamismunurinn er síðan debit mínus kredit og mismunurinn kemur þá debitmegin eða kreditmegin. Millifærslurnar, þær eru kannski það sem er að trufla flesta. Það eru nokkrar tegundir af millifærslur sem við erum að vinna með. Og ég ætla að byrja það samt að útskýra til hvers þær eru. Þannig er nefnilega að þetta uppgjör, að þessi reikningsjafnaðar uppgjör, þetta er önnur tegunda uppgjöri heldur en hérna höfuðbókin, en á að skila sömu niðurstöðu. Þetta er bara önnur leið af því að skila niðurstöðu bókhaldsins inn í efnahagsreikning og rekstrarreikning. Þetta er bara önnur leið heldur en höfuðbókin. Millifærslurnar eru þannig að þegar þú ert búin að gera bókhald í kannski í heilt ár og heldur það sé allt tipp-topp og ætlar að gera efnahagsreikningin, þá kemur stundum í ljós að það er einhverjar eftirlegukenndir eftir. Það er að segja, það var eitthvað sem þú gleymdir, eitthvað sem þú yfirsást og þarft að klára. Og það er yfirleitt eitthvað sem er fyrirframgreitt, nú eða eitthvað sem er ógreitt. En það er nú líka nokkur atriði sem að
tengjast uppgjöri, loka uppgjöri, eins og til dæmis að ef við eigum einhverja vörubirgðir eftir í lok árs, þá þurfum við að kippa þeim út úr vörukaupunum. Þær eiga ekki að vera með þarna. Við þurfum að kljúfa þær frá. Og það, ég ætla að byrja að gera það. Og þannig er nefnilega að mismunin hérna, sem kemur út úr vörukaupunum, inn í honum eru 2 tölur. Annars vegar vörubirgðirnar og hins vegar vörunotkunin. Og ég þarf að kljúfa þessa tölu í 2. Vörubirgðirnar eru yfirleitt gefnar upp, annarkvort á söluvirði eða kostnaðarvirði, og ég þarf alltaf að færa þar á kostnaðarvirði, þannig að ég þarf að taka álegninguna frá. Og ef það er virðisaukaskattur líka, þá þarf ég alltaf að taka hann líka. Þannig að það er hreint kostnaðarverð sem ég þarf að nota hérna. Og þá kippi ég tölunni í burtu og kem henni fyrir á reikning sem heitir vörubirgðir. Þetta er í eðli sínu bara debit-kredit. Og ef ég ger eitthvað kredit, þá þarf ég að gera debit með á móti. Og hér eru útskýringar á þessu með vörubirgðirnar. Ég ætla ekki að fara nánar í það hér. Nú, annað sem er reglulegt er að við þurfum að afskrifa hluti sem við eigum. Afskriftir eru á hlutum sem endast lengur en 1 ár, og þá þarf ég að bókfæra notkunina á þau ár sem við endast, og það heitir afskriftir. Og þannig er að ég er kannski með áhöld sem ég þarf að afskrifa. Ég þarf að reikna það út hver afskriftan eru, og þær eru alltaf hérna kreditmegin þá á áhöldin, vegna þess að hérna debitmegin í lokamismun er yfirleitt einhver tala, annars myndi ég ekki eiga áhöld, þannig að það er alltaf tala hér. Og ég þarf að draga afskriftina frá þeirri tölu, þannig að þær koma hérna kreditmegin og eru þá debitmegin á reikning sem við köllum afskriftir áhalda. Nú, svo er það fyrirframgreitt og ógreitt. Tökum fyrirframgreitt fyrst. Fyrirframgreitt er þannig að við þurfum að eignfæra það. Við eigum það inni hjá viðkomandi. Við borgum fyrirfram. Það tilheyrir ekki þessu tímabili sem við erum að vinna með. Við þurfum þá að kippa því í burtu og setja það á eignir. Allt sem er ógreitt, þá er það eitthvað sem við skuldum. Það er gleymst að færa það og við þurfum þá að færa það á viðkomandi reikning og síðan á móti á reikning sem heitir þá eitthvað ógreitt, og það kemur þá skuldfært. Og þá er það þannig, svona sem einfalda málið, allt sem er fyrirframgreitt kemur debitmegin á þá reikninga sem heita fyrirframgreitt. Fyrirframgreitt laun, fyrirframgreittir vextir, fyrirframgreittur einhver kostnaður, það kemur alltaf debitmegin hér, en kreditmegin á þá reikninga sem að það hefði verið fært á. Nú, allt sem er ógreitt kemur þá kreditmegin hérna á viðkomandi reikninga, en verður að koma debitmegin á viðkomandi reikninga sem að það hefði annars verið fært. Og þetta eru millifærslunar. Hvernig færum við síðan út í efnahags- og rekstrarreikning? Jú, þá er það þannig að við erum að vinna með lokamismun og millifærslur. Þessi 2 dálkar skipta hérna máli. Og ef við tökum fyrir bankareikningin fyrst, Banki er efnahagsreikningur, þannig að ég veit að talan endar hérna debitmegin eða kreditmegin á efnahagsreikningi. Það sem ég gerir þá er að ég tek þessa debittölu sem gætu verið hérna, debit hér í lokamismun og debitmegin í millifærslu. Ég legg það saman. Ég summa þær. Og ef það er 0 í einum dálknum þá bara, þá er það 0 sem bætist við. Þannig að þessar 2 tölur eru lagðar saman. Ég gerir nákvæmlega eins með kredittölunar. Ég legg þær saman. Og ef það er eintónt 0 þarna, þá er það útkomandur því bara 0. Sem sagt, tökum debittölunar, leggjum þær saman, og tökum kredittölunar, leggjum þær saman. Finnum mismunin á þessu tvennu, og ef að mismunin er hærri debitmegin, þá kemur hann hérna eignir.
Ef að mismunurinn er hærri kreditmegin, þá kemur skuldir. Tökum vörusölu sem dæmi. Vörusala er rekstrarreikningur. Gerum nokkuð eins. Leggjum saman debittölunar, finnum út þá sumu, gerum nákvæmlega eins við kredittölunar, leggjum þær saman, finnum síðan mismun þessara tveggja summa og ef mismunurinn er hærri debitmegin þá kemur hann debitmegin á rekstrarreikning, annars kreditmegin á rekstrarreikning. Og reyndar að hann með vörusölu, hún kemur alltaf kreditmegin. Þannig fer ég gegnum hvern einasta reikning. Ef hann er efnahagsreikningur, þá lendir mismunurinn hér á efnahagsreikning. Ef hann er rekstrarreikningur, þá endar mismunurinn hér á rekstrarreikningi. Og ef reikningurinn er höfuðstólsreikningur, þá endar hann mismunurinn á höfuðstólsreikningi. Þetta er svona fyrstu leiðbeiningar sem ég ætla að gefa og ef það vantar meira þá endilega látið mig vita. Takk fyrir.